Íslandsmótið í holukeppni 2024 í karlarokki fór fram á Garðavelli á Akranesi hjá golfklúbbnum Leyni dagana 22. til 24. júní. Fyrst var keppt titilinn árið 1988 og var þetta 37. mótið í röðinni. Í fyrri hluta mótsins var leikið 36 holu höggleikur þar sem 16 efstu keppendurnir komust áfram í úrslitakeppnina. Keppendur voru alls 72 og komu þeir frá 11 mismunandi klúbbum. Í keppendahópnum voru 4 fyrrum sigurvegarar á Íslandsmótinu í holukeppni, þeir Aron Snær Júlíusson, Kristján Þór Einarsson, Sigurður Bjarki Blúmenstein og Jón Karlsson, sem sigraði 1991 eða fyrir 33 árum. Hér sjáum við Veigar Heiðarsson, GA, setja niður pútt fyrir fugli á fyrstu holu. Það var blautt og nánast logn fyrsta keppnisdaginn og keppendur kunnu vel að meta aðstæður. Aron Emil Gunnarsson, GOS og Aron Snær Júlíusson, GKG, eru hér á 7. braut en Aron Snær hafði titil að verja á þessu móti. Björn Viktor Viktorsson GR lék best allra í höggleiknum en skagamaðurinn var í góðum gír á gamla heimavellinum. Björn Viktor lék á 6 höggum undir pari samtals, glæsilegt skor. Kristján Þór Einarsson fór hol í höggi á 3. braut á fyrri hring dagsins. Hvernig var höggið? Þetta var bara rosalega gott og mjög vel slegið golf. 132 metrar, vindurinn aðeins í bakið, kannski smá hliðvendur með til vinstri. Pitching wedge, lendir 4-5 metrar fyrir framann stöngina, bremsar aðeins og rúlaði síðan bara síðasta fetið í. Með hverju slóstu? Pitching wedge. Pitching wedge. 3. skipt á ferlinum? Já. Spilaðir áfram með kúluna? Já, 3 hólur viðbót, þá eiginlega skemmdi svo smá, þannig að hún í póker núna. Nú ætlum við bara að setja smá press á þig. Við ætlum að taka þetta aftur upp. Þú verður að gera þetta aftur. Já. Hér sjáum við hverju komust í 8 manna úrslit. Hér sjáum við hverju komust í undanúrslit. Til úrslita Íslandsmeistaratitilinn léku þeir Jóhannes Guðmundsson GR og Logi Sigurðsson GS. Þeir slá hér inn á aðra flötina í öðru höggi. Logi púttar hér fyrir fugli og til að jafna leikinn en Jóhannes fekk fugl á fyrstu og var eina holu upp. Jóhannes púttar fyrir fugli og sigri á holunni. Logi slær hér glæsilegt högg á 3. holu og tryggir sér sigur á holunni með fugli. Staðan er jöfn. Á 4. braut var mótvindur og þeir voru báðir í 3 höggum við flötina. Jóhannes var í erfiðri stöðu og sló 4. höggi glæsilega úr karkanum. Logi vippar hér inn í 4. högginu og púttar fyrir pari og Jóhannes kemst yfir í leiknum á ný. Kristján Þór Einarsson GM og Jóhann Frank Halldórsson GR léku bronsverðlaunin. Þeir eru hér á 7. braut Garðavallar. Leikur þeirra var mjög spennandi þar sem að Jóhann Frank var með yfirhöndina fyrstu 16 holurnar. Kristján jafnaði á 17. og tryggði sér sigurinn með glæsilegu höggi á 18. þar sem hann fór næstu því hol í höggi. Hér eru Jóhannes og Logi á 7. teg og Jóhannes var eina holu upp eftir 5 holur. Og staðan breyttist ekki eftir 7. holuna. Á 7. braut sem er lengsta hola vallarins setti Jóhannes niður gott pútt fyrir fugli. Á meðan Logi fekk par og Jóhannes var 2 holur upp. Logi sló upp á söngið á 8. sem er par 3 holu
inn á miðja flöt. Jóhannes var töluvert vinstra megin við flötina en vippaði vel og kom sér í parfæri. Logi púttaði fyrir fugli og tryggði parið, en parpútti hjá Jóhannesi fór ekki ofan í. Logi vann eina holu tilbaka og var eina holu niður fyrir 9. Á 9. braut sló Logi glæsilegt innahögg af 190 metra færi gegn vindinum og eins og sjá má var hann ánægður með höggið. Jóhannes púttar hér fyrir pari en missir það og Logi jafnar metin með góðu pari á 9. sem ein erfiðasta braut vallarins. Logi og Jóhannes slógu báðir inn á flötin á 10. sem 270 metra par 4-hóla. Þar fékk Logi fugl og komst í fyrsta sinn yfir í leiknum. Á 11. og 12. hólu léku þeir báðir af öryggi og fengu par á þær hólur og Logi var því einu hólu upp þegar komið var á 13. Logi vippar hér inn á 13. flötina sem par 5-hóla og kemur sér í fuglafæri. Jóhannes var í flatarkantinum þegar hann púttar hér fyrir fugli. Logi gat við unnið hóluna með því að setja þetta pútt ofan í. Hann fagnar fuglinum með unnustu sinni Söru Kristinsdóttur. Hér er Jóhann Frank að pútta í bronsleiknum á 15. flöt en sá leikur var mjög spennandi. Kristján Þór jafnaði metin á 17. flöt og sló þar næst boltan alveg upp á stöng í uppásökjunu á 18. Jóhann Frank þurfti því að setja þetta pútt niður til að jafna metin. Í úrslitaleiknum var Logi Sigurðsson 3 hólur upp þegar þau komu á 15. flötina. Jóhannes var nálægt við að fá fugl með góðu pútti og Logi gat tryggt sigurinn í leiknum með þessu pútti. Og þeir héldu því á 16. teig. Á 16. braut náði Logi að bjarga sér úr vandræðum eftir uppásökið og hann slær hér 3. höggi inn á flötina á par 5-hólunni. Jóhannes sló glæsilegt innahögg úr erfiðri stöðu og kom sér í fuglafæri. Logi lék af öryggi og tryggði parið með þessu pútti. Jóhannes varð að setja þetta niður til að halda lífi í leiknum, en það tókst ekki og Logi Sigurðsson fagnaði Íslandsmeistaratitlinum í holukeppni karla 2024. Ólafur Arnarsson stjórnarmaður GSÍ afhenti verðlaunin í mótslok. Og í 3. sæti er Kristján Þór Einarsson, golfklúbbi Mosfellsbæjar. Og í 2. sæti Jóhannes Guðmundsson, golfklúbbi Reykjavíkur. Í 1. sæti Íslandsmeistari holukeppni árið 2024, Logi Sigurðsson, golfklúbbi Suðurnesja. Til hamingju með sigurinn og Íslandsmeistaratitilinn. Þú ert búinn að vinna stóra titla, fyrra Íslandsmótið í golfi og svo þennan núna. Já. Hvernig gerir maður það? Þetta er bara að taka einu hólu í einu og vinna bara andstæðinginn sko. Já. Þetta er nú ekkert þannig, vinna völlinn og vinna andstæðinginn. Já. Þetta er annað árið í röð þar sem að Íslandsmótið í holukeppni er höggleikur 36 hólur og svo 16 efstu sem að komast í holukeppnina. Hvernig finnst þér þetta fyrirkomulag og hvernig upplifir þetta? Þetta er mjög gott fyrir þá kylfingar sem eru ekki mikið að keppa á mótaröðunum en vilja taka þátt í Íslandsmótinu. Þannig að þau geta komið og spila gott golf sem eru með +1, +2 í forgjöf, spila lítið. En þar á móti eru hinir kylfingar sem eru að taka hörkuna og búin að vera að vinna sér inn á stigalistan top 32 eða eitthvað svoleiðis. Og þeir komast ekki inn sko en úrslitaleikurinn, þú ert náttúrulega með aðstoðarmann líka með þér, kærustuna sem er líka golfari. Já. Hvernig vinnið þið þetta saman? Hlustar eitthvað á hana eða hefur hún eitthvað að segja eða? Já. Svona ef ég fer að vera pirraður sko, þá róar hún mig niður sko. Þannig, en sko þegar við erum að slá höggin þá tek ég allar ákvarðanir sko. Og hún bara svona spyrir mig, ertu viss á mig að þangað í stað fyrir þangað? Já, ok, flott. Og svo var hún að hjálpa mér að lesa púttinn sem hjálpaði
Mjög oft sko. Já. Þannig við vorum bara að vinna saman í þessu sko. Já. En á milli högg og svona, hvað það að tala? Það bara allt sko. Já. Hvað var í matri, hvernig maturinn var í gær, eldaði steik, geggjusteik sko. Erst þú eldað? Já, auðvitað. Já, ég skil. Auðvitað, að sjálfsögðu. Nokkuð góður í því? Já, ég myndi segja það. Höggið á 8. uppásöki þar. Já. Geggjað? Geggjað högg. Það var, Hvað með hverju slóstu? herru, ég sló mig 4 á 170 metrum, það var svona hliðamótundur. Ég tók 5 í morgun og það var aðeins svo stutt. Ég hitt hann ekki vel en aðeins stutt og ég ákvað bara að vera langur á pinnan sko. Og ég hitt hann í aðeins svo vel og fór aftarlega á grínið. En hann átti bara geggja pút niður og hann misti parið. Högg mótsins er líklega höggið sem þú slóst hérna á 9. með hálfvitanum. Hvernig þú lýsir því? Herru, það var náttúrulega bara 192 metrar í pinna, nei 190 metrar í pinna og beint mótundur og ég sló svipað högg í gær en fór vinstra með grínið, þannig ég miðaði núna bara beint á pinna í staðinn fyrir vinstra með grínið og fór hérna, fekk smá dró, stinger og bara á pinnhæði vinstra með. Þetta gerist ekki oft. Ó nei, þetta var bara geggja högg. Og það er kannski svona kveikt aðeins í þér að komast yfir. Fekk gott bara easy par þar, hann var í erfari stöðu þarna á 9. og misti parið þannig og svo fór ég bara í gírnan á 10 líka og það geta sett fleiri bördi en svona þetta. Þetta fendar á 16. Og hátti komið með hvað 3 vinninga, 4? 3. 3, já. Og 2 eftir. Já. En í aðdragandanum, þú vinnur Íslandsmótið í fyrra og Íslandsmótið núna, varstu búinn að vinna eitthvað af titlum sem unglingur? Já, ég vann náttúrulega Íslandsmeistari unglinga 22 og stigameistari unglinga 22. Ég vann held í 4 af 5 mótum 22 unglinga og var svona búinn að sanna mig þar, átti eftir að sanna mig á GSI og ég gerði það eins í fyrra á í Leirunni, var í 4. sæti þar og svo bara náttúrulega Íslandsmótið og Korpunni. Já, þú ert að láta vita af þér. Já. En heldur þú að vera valinn í landsliðið? Já. Það er Íslandsmótið í Leirunni, á heimavelli. Ertu strax farin að hugsa um það? Nei. Þú lígur því? Nei. Ég nú bara að hugsa um að reyna að komast í landsliðið.